versla fyrir peningin sem fékkst fyrir súpuna. Pasta, ég kann ekki staðið eftir þess að opna þennan pakka. Þetta svo gyrnir eitthvað alveg pasta sko. Ég geti ekki svona gólf sko. Þetta eru svona fitubitar. Mjög hentugt að nota út í alls konar pastarétti og svona. Ég veit ekki hvað þetta kallast á Íslandi, þetta ekki bara svínafita. Ég hef ekki fundið þetta í verslunum heima. Þannig að þetta mjög hentugt. Við þurfum ekki að nota allt, við getum notað bara smá. Það kostar í meðaldýri versluninna út í Paris, kostar þetta svona 2 €. Og sýrður rjómi. Og þetta hef ég góðar heimildir fyrir að séu nóg til að búa til. Góðan einfaldan rétt sem heitir pasta alla carbonara. Sem einn af mínum uppáhaldsréttum. Ég reyndar vanur að nota hérna það eitthvað svona að nota svona pakkasósu frá Knorr. Ég nefndi það við einhvern ítalskan kokk núna bara í vikunni og ég held að hann ætlaði að fá hjartaáfall, ég vissi ekki bara hvert hann ætlaði sko. Pakkasósu, verður ekki allt í lagi með það. Og ég bara lofaði honum, hann bara ætlaði ekki að sleppa mig fyrir, ég lofaði honum að prófa þetta eins og ætti að gera það. Og samkvæmt honum þá er ekki flóknara en svo að þú sýrir pasta. Þarf ekki einhvern sín ykkur það. Jú. Þú steikir smá af þessu. Þegar pasta er tilbúið og sigtar það til þess þar. Til þess þurfum við sigti. Og síðan setjum við smá sýrðum út í, bara eftir smekk. Ekkert krydd, náttúrulega salt í pastanu og svo kemur þetta. Og ef við viljum vera svolítið flott á því þá er þetta að setja egg. Já. Held mér að segja eigi egg sem ég notaði ekki í súpuna þannig að áðan. Ég notar það er mér að 2. Hvernig eru það fjölskassir? Ég er bara búinn að nota fleiri en 4 egg. Út í þetta við salt. En það vitið þið allt. Bara til að flýta lausu. Og hýðum. Kann man nota þennan biðtíma meðal annars til að opna hann pakk. Það er ágætis fyrir mig. Finna svona allt sem við ætlum að nota eins og til dæmis þessa pönnu hér. Panna. Og það er ríkvarðin greiði þannig að síðan svona. Það er sögur komin upp. Gættu nú að meinum bara kaffi. Ekki bóka við það. Við setjum svona, ég setja alltaf svona 5 bollur, pastabollur út í potinn. Pasta. Svo bara hefur þetta sinn gang. Og við bíðum. Mér finnst leiðin að þetta gera. Við elda. Það er að bíða. Ég myndi helst vera að vera bara með loksutæki og bara tilbúið. Gerum það næst. Ó,
fínt fyrir fólk í bílaeiranum, bifvélavirkjar og aðrar sem hafa ekki mikinn tíma til að skreppa frá að borða, vinta bara stálsmiði og skipasmiði og aðrar sem eru með logsögutæki við hendina. Fínt að vera með svona einhverja skyndirétti sem hægt að bara kannski, já, bara breiða logsöguna. Það er spurning hvað þetta notið það. Við látum þetta malla í svona 10 mínútur. Svona tími til að skerpa aðeins á kaffinu. Svo er hérna ágætt ráð sem ég gef svona tilfæða til að þetta límist ekki. Þetta verður ekki allt svona bara einhvern veginn og það er klessulegt að bara setja smá sólblómaolíu út í það. Mér finnst persónulega að sólblómaolían miklu betri heldur en hérna ólífuolíu. Það er bara svona skemmtilegt bragð. Og hérna það er náttúrulega bara smekksatriði og hún er líka ódýrari. Nú, fyrir súpuna sem ég seldi get ég keypt nóg til að elda þennan rétt 2 sinnum að minnsta kosti. 3 sinnum með hvað pasta var að og ef við förum mjög sparlega með síðarjóman þá er hægt að krysta út 3 rétti. Sama gildir með þetta en ég er nú meira svangur núna, ég held ég bara eldi þetta almennilega svona til hátíðarbrigða. Það raula svona. Raula, þetta gefur meltinguna í gott skap. Svo líka gott ráð, þess að ég ger ekki það. Ef ég er ekki alveg viss hvað ég er að gera, frá stundum náttúrulega bara fyrirmynd eftir hendinni, þá er að segja upphátt: ég er að elda góðan mat. Ég er að elda ógeðslega góðan mat. Það er rosalega þetta góður. Og viti menn, oftar en ekki þá verður úr þessu bara nokkuð góður matur. Jæja, þá er pasta bara að vera tilbúin. Við getum séð það. Það er ágætis ráð að taka svona einn strimil og kasta honum á vegginn, sjá hvort hann festist. Ef hann festist þá verður þetta svona bara nokkuð gott. Svona al dente sko, held ég. Hvað sem það þýðir. Svona bara smakka það svona fyrir mér. Alveg. Fullkomið pottið. Nákvæmlega. Þá bara sigtum við það. Og nú bara return to center. Beint í pottinn og sigtið í vaskinn. Að gera ef þið eruð eitthvað þreytt og ekki með einbeitinguna alveg í lagi, ekki gera eins og ég hef stundum gert, það er að taka sigtið og henda í pottinn og pasta í vaskinn. Það er ekki, bara takið það rólega, takið þann tíma sem þið þurfum. Ekki, það er alveg óþarf að vera hlúður af hlutum eitthvað. Það er nefnilega svo auðvelt. Ok, setjum svona helminginn af þessu. Kannski bara þriðjung. Já. Bara rétt aðeins svona eftir að þá hef ég þetta bara í 3 daga. Fínt.
steikjum þetta vel. Þannig ég vil hafa þetta vel steikt, það kannski slögum þess. Ég vil ekki að þetta fundið lyktir af hann. Það er svínsvegur. Jæja, þá er þetta bara að verða fínt. Ok, nú setjum við pastað aftur í pottinn. Þetta svo við brennum það ekki, við höfum ekki að brúna bragðamartum, það er svona ekki professional sko. Það er getið góð. Og það er krabbameinsvatnandi. Þannig að það er bækja núna. Ég ætla að meta sikti hérna. Nú er svolítið svínafita í þessu orðið. Það er ekkert voðalega sérstaklega gott. Þannig ég vil taka þetta hérna frá. Og núna skalið sigur. Þetta er smá síðan rjóma út í þetta. Skilst mér. Nei, veit ég. Prófum þetta. Svolítið mikið. En hvað er þetta? Úps. Þetta er aðalega bara til að hvað gerum við það? Jú, við brjótum það hérna í. Það sjá. Já. Og nú er ekki gott að steikja það mikið eða sjóða það eða eitthvað svoleiðis. Nú sumir myndu halda að það væri kannski hægt á salmonellu sýkingu og eitthvað svoleiðis, en ég hef ágætt ráð til að ganga úr skugga með það. Mjög einfalt. Ég bara einfaldlega, ég gerum bara einfaldlega svona. Hella, salmonella. Það er engin salmonella. Þá vitum við það. Mér er svona einföldur á það sem er gott að hafa. Nú hlærum við það. Ég hefði nú kannski getað valið stærri skál. Ég hefði auðveldlega getað valið stærri skál, sérstaklega með þessa skál. Það var réttri neðan á mér, en ég gerði það ekki. Og nú er ég að súpa seiðið á því. Súpa seiðið. Eða þannig. Eða háminnittuna. Hellum við bara niður. Nú bara látum við aðeins gera. Verði góður matur. Það er svo alltaf maður.
Ég sé komin aftur. Ok, þá er þetta tilbúið. Nú er ekkert að vanbúnaði. Og það. Siggi Hallkvað sko. Einfalt og gott. Un petit bonjour à la famille, aux amis. Já, ég vil nota tækifærið til að Pourquoi non, attends, vas-y. Já, ég vil þakka fjölskyldu minni og biðja að heilsa ættingum nær og fjær. Og aðalega fjær, þannig að þeir eru aðalega fjær. Ég sé ykkur vonandi eftir, bara fyrst.